Veistu, ég Karate Kiddi. Varstu að horfa á Karate Kid? Nei, Þú var allt hann. ég Karate Kiddi. Karate Kiddi? Já. Ok, hver það? Það þú? mitt alter ego. Já. Og Og það ég bara, þú veist, bara chopping coronavirus away. já, bara hva. Já. Já, þess vegna þú veist, COVID búið að minnka alveg svaklega. Ég eftir veit að við að byrjuðum ég aftur. búinn að vera á störfum núna síðan 2021 Já. og víst, oft ef þið lappið bara hérna fram hjá Arnarhóli þá sjáuð þið mig vera Og þetta svona stórar veirur eða ekki? já, Já. það er Svona eins og boltar sem bara... þannig að sjá þetta ekki allir en ég sé þetta Já. já, Það er bara... Þetta er bara... Já. já þetta er bara Orðleysi hér. já, þú ert bara orðlaus Ég er sjokki, sko. þú ert í sjokki Vægast sjokki. Já. Nei, fyrir ekki. Ég er í áfalli. þú ert í áfalli, já Óskar, eins og venjulega hvernig vikaðin búin að vera? Ég keypti súkkulaði Þú keyptir súkkulaði á leiðin hingað. þess vegna varstu svona lengi Og Helga veit ekki að því. já, og hún mun aldrei komast að því Nei. Ég samt fekk samviskubit þannig ég keypti súkkulaði. nei, handa mér Handa þér. nei, Ég vissi svo sem ekkert hvað þú vildi. Þannig ég keypti bara eitthvað. Lion bar ég fengi mér Lion í langan tíma já, ekki hafa átum þetta nei, en vikaðin, Óskar Já. Hérna... heyri svo Lion Lion er nefnilega alveg surprisingly gott, sko. Fyrst mér. já, Veð ekki? mjög gott Ég þetta er svona tengist ekki í vikur en ertu búin að taka eftir að síðustu þáttum við erum farnir að developa svona útvarpsrödd. já Er það bara eitthvað sem gerist? áttu við útvarpsrödd? Ertu svona, hæ, ég heiti Óskar og þú ert að hlusta á Tvolóðuna. Eitthvað svolítið. Nei, þú veist þegar maður var að byrja það bara, halló, ég við erum í hlaðvarp. Já, Og nú bara, góðan daginn, FM 957. ég ekki sammála. Hefur ekki tekið eftir þessu? Nei, Nei. ég hef ekki tekið eftir þessu. Ég hef hlust á hvern einasta þátt. Mm. Og ég tala bara eins og ég tala. Ég veit, ég tala örugglega eitthvað aðeins öðruvís en ég er svo sem ekkert mikið að pæli því. Nei, maður þróur þetta með sér, svo. Já. Bara næstu þú pældi þá í því. Já, ég pæli því. Herru, ég rústaði lagarnum hjá Jóhann Rönning. Rústaðar hann bara. Tókstu bara vorstu bara brjálaður og bara, ég er brjálaður. Hefurðu séð vídeón á YouTube þar sem einhver maður er á liftara og bakkar í svona kók, áldósir eða eitthvað. Meira svona stóðir sem heldur öllu uppi, Já. bakkar á hana Já. og allur lagurinn hrynur og hann grafast undir og... Lentir þú í því? Nei. En næstum því. já, Munaði litlu. ég var sem þetta að ná í eitthvað bretti og einhvern veginn festist liftarinn í svona hliðarstofunni. Ég kann ekki á byggingar þannig ég er bara að segja eitthvað. Já. Svona að, já, til hliðar, þetta ég kalla þetta. Og þetta liftarinn kræktist einhvern veginn í það. Já. Og ég finn ekki fyrir hennu, ég er ekki að taka eftir hennu. Síðan þegar ég bakk út, þá allt hennu heyri svona kling, 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 kling. Það var svona skrúur og boltar þetta niður og svo bara BANG! Nei! Fer hérna ein stöngin og 3 bretti bara plaff þetta niður og ég bara svona fuck. Og þú bara fórst bara til bossmanns og sagði bara, hei, róstu leikinn í gær? Já. Og hann leik bara, nei, ég var að rústa lagurnum, en Allt ónýtt. Allt ónýtt, en ég vona bara liðinu gangi betur næst. Nei, mitt nákvæmlega. Það náttúrulega heldur með Arsenal, sko. Já. En já, og leiðilegt að heyra. Reynda voru bossandi 2 á fundi. Já. Og þú náður að laga með skrúið. Ég stutt það saman á þannig. Við nokkri strákar bara náðum í nýja stóð, settum þetta aftur í og það reddaðist bara, skilju. Síðan bara, þú veist, fór í heim og borðaði súkkulaði, skilju. En þú ert alltaf að borða súkkulaði. Já. Heyrðu, já. Þú veist, það gerist allt og svo bara, ég verð að fá mér súkkulaði. Bara, það er við dagur í vinnu, ég verð að fá mér súkkulaði. Bara stundis gerist það svo leiðist. Já. Hvað meira? Já, ég var að stekja vinnufélaga helgina. Já. Já, ég er búin að læra frá
síðast þætti. Og veistu hvað? Hvað? Við fórum í axarkast Nei! og við köstum öxinni Mm. og það náðu allir að hitta nema ég. Ok. Ah. Það er bara þetta búið. Svo fór ég frá heim og fengið súkulega. Nei. Ok. Og hvað? Svo fór ég í pílikast. Já. Þar gegn mér þetta alveg þokkalega. Þar á eftir, við stálum flokksfána. Nei, hei. Nú, kannski sást það í stóri hjá mér helgina. Já, ég er þar, nei, ég kíkti þetta ekkert á stórið þetta með ekki. Þá ákvað einn af okkur strákunum að fara að einhverju svona húsi sem var með hellinga miðflokksfánum. Já. Og einn af okkur bara hleypur að fánasynginni og stelur bara einu fána svo er það bara skikkjan það sem þetta er. Já, það er þetta, veist sko, miðflokkurinn má eiga það, þeir eiga flott logo. Það er töff sko. Það er einhyrningurinn. Já. Það er svolítið töff, það er svolítið sjarmi í því, ég er alveg samanlega. Já. En ég er ekki trefn á flokknum, en já, náðu það. Mér finnst bara impressið að hann náði að gera þetta og það var einhver gamall kall að horfa á hann en hann gerði ekki neitt. Já, var svona í efstu hæð og skrifstof með kaffibóllan sem Þetta er búið. Þetta er búið. Það er svona náttúrulega komast hann ekki eins átt á það þeir vildu held ég. Já, nákvæmlega vantaði eitt fána. Já. Fórum í pílikast, búin að segja frá því og svo kíktum við í svona kynlífsbúð. Ég man ekki alveg nafnið á henni. Já. Og þar var hann stekkurinn settur í rólu og hann var látinn hafa, ég hef aldrei verið jafn hræddur á ævinni. Þetta var svona 6-10 cm langur drjóli og hann var svona 10 cm þykkur. Nei, hei. Svona görðið. Er það til? Til sko. Og hver er að leika þér með svoleiðis? ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Gott að bara segja. Ég hef ekki séð það. Nei, ég veit ekki. Ég kann ekki, veit ekki. Mér finnst þetta ekki töff sko. Nei. Og síðan sáum við linan dildó líka. Já. Bara svona flaccid. Bara tippi ekki stuðið, skilur við. Já. Og okkur fannst það rosalega fyndið. Og það er bara... Já, vonum að sveiflaði eitthvað upp í loftið og... Bingo! Já, síðan erum við bara að velta fyrir okkur, hver vill þetta? Hver vill svona lint dæmi? Margir hafa ýmsar mismunandi Jú, þarfir og langanir og svoleiðis. Jú. Og það er bara gott að það sé til fyrir það. Já. En svo að meitt kemur stelpan og segir okkur hvað þetta er. Þá er þetta, og já, að meðan við sáum þetta, við vorum að grenja úr hlátri. Og svo sáum okkur hvað þetta væri, þá er þetta að svona, þetta er í rauninni ekki kynlífstæki beint. Þetta er meira bara fyrir transfólk sem að vill hafa eitthvað svona til að búa til svona almennilega bungu á nærbuxunar. Vá, það er gett cool. Það er alveg mjög sniðut og bara frábært. Og mér leið svona svolítið illa að vera að hlæja þessu eftir á. Já. Út að ég sá bara lína dild og ég bara, þetta er fyndið. Þú bara, þetta er ekki fyndið, Óskar. Nei, það má ekki hlæja svona. Nei. Og svo gerðum hitt á þetta og svo fórum við í súludans. Já, fóruð þið í súludans? Já. Hvernig gekk, Óskar? Ég var að læra að strippa og það var bara ógeðslega gaman, sko. Á þess að segja neinu frá því, þá ég var til í að taka nokkra tíma, sko. Þetta var mjög gaman. Maður bara heldur í stöngina og viltu vita secret? Já. Sér hvað er góður í að búa til suspense. Hvað segirðu? Hvað er málið? Heyrðu þetta? Þetta var rosalegt. Þetta er rúkula. Súkulega ekki gott í maðan. Nei. Herru, viltu vita secret? Já. Súlan. Top secret. Já, súlan. Súlan snýst. Ha? Já. What? Súlan snýst. Nei. Hún er svona laus. Það er svona ná stelpunar alltaf að snúa sér svona mikið. Þetta er ekki svona mikið, það meikar sense. Ég er enda að held að þetta væri eitthvað, þær voru svona bara sleipar í höndunum og getur bara Eða eitthvað, já. Ok. Nú veistu það, sko. Þetta er bara lust, sko. Síðan vaknaði ég með þvílíkra haspurur og var gaman. Já. En bara mæli með að strákar færi í súludans. Já. Þetta er bara ógeðslega gaman. Komir óvart.
Segðu þína viku og svo ætla ég bara að segja stóra frétt. Já, segja mína viku, svo segja stóra frétt. Hvernig var vikan þín, elsku minn? Herðu, vikan mín, ég fór í partí. Takk Já. fyrir að bjóða mér. Herðu, þetta var afmæli. Ég fór í 50 afmæli. Hjá frænkan Gunnar átti afmæli og mér var boðið með sem svona fylgihlutur. Press one. Og ég þetta var svona afmæli og flottur salur og þetta var rosal flott. En áður en við erum að leggja á stað, þá spyr ég Gunni svona bara, hefur ekki fókur eitthvað að borða? Ekki bara, klukkan byrjaði klukkan 8. Já. Og hún bara, nei, það eru veitingar þarna á staðnum. Og ég já, ok, geðveikt. Okay. Frýr matur. Þá var Kristbjörgur mjög áhugasamur að mæta í partí. Við komum hana og ég sé engan mat. Ég bara, ok, bara ekki matur og svona puttamatur, svona pulsu eða svona skornar pilsur og ritskeks og ostar og eitthvað svoleiðis. Voru pulsur í döðlum? Nei, bacon var það döðlur? Nei, það var ekkert svoleiðis, það held ég ekki. Þetta var allt svona kalt. Já. Og ég alveg bara svona byrja að fá mér og byrja að borða og svo ég bara að bíða og ég bara spyr bara kærastunni mínu bara, hvenær er maturinn? Hún leið, já, hann áver eftir áver klukkan 11. 11? Ok. Klukkan 11. Make sense. Já, klukkan svona 9 eða eitthvað. Og ég bara, ok, skemmti mér og halda áfram að borða hennar mat og alltaf kvart undan hvað ég er svangur. Ég bara, ég er svo svangur. Hún bara, fáðu þig meira af þessum ostum og eitthvað. Ég bara, já. Ég er búin að fara svona 5-6 ferðir, það fólki að fara að þekkja með hann í kring. Ok, og svo klukkan 11 og ég er svona byrjaður að granslast fyrir þessum hambúrgurum. Voru hambúrgarar? Áttu að vera hambúrgarar. Já. Og ég bara fer út og þá sé ég komin svona food truck og ég bara, nice. Og svona kíki, ok, þau eru eitthvað bardúsast og ekkert að vera að trufla þau og svo hálftíma setna fyrir ég að kíkja aftur og svona granslast fyrir og svona aðtöða og sé að þau eru eitthvað vissunarstæðin inni, ég bara spjalla hann inni, ég bara kíkja í hausinu inn, svona hvernig er maturinn? Og þegar þið eru það er svo margir, við hefum ekki nóg mikið hambúrgurum til öllum. Og ég alveg, já, ok, fyrir aftur inn og er bara geðveikt svangur. Já, ennþá að borða þessa osta og spægipilsur og eitthvað. Var það ekkert nóg? Það var ekkert nóg. Þú ert ekki það var ekki diskar, það var bara servitur. Þetta var bara fólk að standa þarna og narta og eitthvað. Já. Og alveg æðislegt fyrir þá sem voru sattir kannski. Svona til að fylla upp í. Já. Ekki fyrir svangan Kristberg. Nei. Þannig að ég bara sitt en svo byrja ballið maður. Það komu hambúrgarar. Wow. En þá dó partíið eiginlega. Það bara borðuðu allir voru og ég var litið með þeim fyrstu að fá hambúrgar bara að segja. Já, vel gert. Og svo var ég bara þreyttur og satt í stólum mín. Ég búið bara heim. Já, þú ert bara tilbúin að fara heim. Tilbúin að fara heim. En hvað segirðu? Byrjaði þetta klukkan 7? Nei, 8. Já. Og svona klukkan 12 varstu bara tilbúin að fara heim. Já. Að því rauninni, ef ég hefði borðað kvöldmat, þá hefði ég alveg verið góður til svona 12. Það hefði ég bara góður þang til að fara heim nóttina, skilurðu. Já. En þegar maður fær svo að borða á djamminu, þá ertu bara, það er svona indikator fyrir líkamaðinn. Þetta sé búið, já. Já, þetta sé búið, þú ert að fara heim. Já, það er að mega sens, sko. Og þú verður þreyttur, þér langar ekkert að dansa. Nei. Dansa með hambúrgar í maðurnum? Nei, ég er búin að borða fröllur og hambúrgara og ég ég er búinn. En svo fórum við eitthvað stuttu setna og ég sagði ykkur, svo fara heim. Þetta er búið, ég er bara þreyttur og eitthvað. Svo tekur hún upp gítarinn, ég ekki tilbúin fyrir skemmtiatriði. Nei, hún var búin að syngja hún var til að syngja svo bara DJ-in klúðraði ykkur bara já, fyrir maður að syngja allir ég bara ég er ekkert að fara heim. Ég fer aldrei heim. En
það var svona punkturinn í vikunni minni. Já, það var skemmtilegt sko. Já, það var mjög, mjög gaman. En Óskar minn, ert þú með einhverja frétt? Ég er með smá frétt. Í síðasta þætti talaði Nintendo Direct. Já. Ég efast að þú hafi frétt af einhverju, en fréttur af einhverju. Það var ein risa frétt sem kom úr þessu Directi. Nei. Það var verið að tilkynna leikarana sem að fara að leika í Super Mario myndinni sem að kemur Já, á næsta ég ári. sá það eitthvað á netinu, eitthvað fullt af frægum leikurum. Já, mér fannst þetta rosalegt. Já. Ertu tilbúin? Já. Já. Ég er tilbúin fyrir, viltu ykkur tónlist undir? Nei. Nei. Ok, segð mér leikarana. Ok. Þetta er trillt. Ok. Chris Pratt. Já. Hvað er hann að fara að leika? Hann er að fara að leika Mario. What? Já. Og ég veit ekki hvernig það verður því að ég hef bara séð hann í Game of Thrones. Eða Guardians of the Galaxy. Já, í Game of Thrones. Já, í Game of Thrones. Já. Svo er Anya Taylor-Joy. Já. Veistu hver er? Nei. Hún er að leika Peach, sem er prinsessan í þessum leikjum. Já. Charlie Day, veistu hver það er? Nei. Þetta er litli ofvirkidútin í meðal annars Horrible Bosses, myndin það ekki? Já, ég held, já. Og held ég fórnarlamb, var að vinna með tannlækninu sem að Jennifer Aniston var að leika. Það var litli. Já. Þú voru ekki að fara að spoila fleiri, voru það að myndinni meira, skilur, fyrir fólk sem eru ekki séð hana? Þetta er 10 ára gömul mynd, skilur. Samt. Hann er að leika Luigi. Já. Frábært. Þetta er eiginlega ekki það staðista. Jack Black. Er Bowser? Hann er Bowser. Já. Það er eiginlega geðið. Það er geðið. Og síðan Keegan-Michael Key. Veistu hvað það er? Já. Hann er geggjaður. Hann er að leika Toad. Já. Sem er svippa fólkið hann og litla. Já. Það var eiginlega geðið fyndið. Já. Og síðan þetta er eiginlega hápunkturinn á þessu öllu. Já. Seth Rogen er Donkey Kong. Já. Er þetta teiknimynd eða er þetta leikinmynd? Sem betur fer, þá verður þetta teiknimynd. Já, það er til Super Mario bíómynd. Leikin, já. Og til þættir sem voru líka hálfleiknir. Já, það er svona sitcom og síðan kom svona teiknimynd. En það er bara bíómynd sem kom út árið 93. Hún er góð. Hefurðu séð hana? Já. Já, ég hef séð hana einu sinni og mér fannst hún ekki góð. Mér fannst hún góð. Það var bara ekkert Mario-legt við þessa mynd. Jú. Gumba, sveppa, kallanir hana, brúnu. En þeir voru stórir gæjar? Stórir með pínlítinn haus og ógeðslega skrýtnir. Ógeðslega fyndið minn. Svo að Bowser gamall kall með skrýtna hárgreiðslu. Þetta með engan sens. Og Yoshi var bara lítil risaðala sem hann er svo sem. Já. En Óskar minn, áður nú fer lengra, þá er Ísland Pólland að styrkja það þinn. Já, það er rétt. Þeir eru styrktaraðalið þáttarins. Já. Alltaf. Já. Svo sem ekkert meira, ég bara fór úr því að vera þannig að segja alveg saman með þessa mynd yfir í að vera bara ógeðslega spenntur. Svo fór ég bara, eftir þetta var búið, þá fór ég bara í Hagkaup og keypti mér súkkulaði, Fyrir það líka? Er það bara alltaf, bara þegar þú verður spenntur eða lendir í einhverju, bara, ég verður að fá mér súkkulaði. Það er svona svoleiðis. Emoji er á íslensku kallað tjákn, lindistákn, tjásur eða tjáslur. Emoji eru stafrænar táknmyndir sem bætt er við skilaboð í rafrænum samskiptum eins og smáskilaboðum og samfélagsmiðlum. Það geta leynst hins vegar mörg vandamál þegar kemur að emoji eða tjákn myndin. Til dæmis, hvað þýðir blikkkall?
Hvað meinaru með eggaldin? Hvað málið með alla þessa broskalla? Eða eru broskallar dulin skilaboð? Verið að meina eitthvað með þessu? Broskallar og önnur tjákn geta verið flókin og misskilin. Við lausna með þeir vandræða gemsar og tveir loðnir. Og svo droppar mænum. Já. Svolítið dýrt eða ekki? Jú, ég ætla ekki að droppa þessu. Nei. Já. Þetta svona broskallar. Tjákn asnalegt, bara fyrst og fremst. Já, þetta samt tjákn. Eða lindistákn eða tjásur. Á þess að þetta tjásur skást en halló. Svo tjáslur. Man þarf bara að horfa á þessa kalla til að einmitt sjá að þetta broskallar. Já. Já. Ok. Já, þetta broskallar. Hann og nú. Já. Hann og nú. En áður við förum eitt, ég gleymdi að koma inn á það, sko. Áður en við byrjuðum á þessu, sko. Já. Ég ætla að hoppa hans í síðasta þátt. Og við vorum þar skóflur. Svona til að grafa, til að hafa í bílnum svona að maður fastur. Já. Gott að hafa skóflur og til og með Ísland-Pólland var kannski að selja svoleiðis. Ísland-Pólland að selja svoleiðis skóflur. Já, ég vissi það. Og þær svona pinkulitlar heldur og getur svona klemt þeim saman. Ó, sko, sniðið. Mjög sniðið skóflur. En já, emoji. Sko, byrjum á hefðbundna broskallinum. Já. Tvípunktur svona svigi. Já. Tvípunktur sko lokaður svigi. Já. Þá fær maður svona broskall sem brosir ekki út að eyrum. Nei. En svona hálf brosir. Bara svona allt í lagi. Já, það eina þannig. Já. Svona eiginlega neutral en já, þetta neutral brosandi kall. Já, en hann samt mest passive-aggressive kallinn. Já, þú getur bara séð og bara þið sem eru að hlusta bara opnið þarna broskalla appið eða what og Kristbergur lítur niður. Hann dauður, sko. Ég hata hann svo mikið. Hann bara svona og maður kannski herðu, nennir þú, Óskar minn, að kaupa fyrir mig súkkulaði og að því að þú var svo leiðileg við mig í gær. Já. Og svo bara íti á endur, svo ger ég broskallin eftir á. Já. Það svolítið shady, sko. Það svona maður svona, já, ok, já. Og ég hefði mitt getað að skrifa bara, ef ég væri fíluti, þá hefði ég getað að skrifa ekkert mál og sendt þennan broskall. Já. Og þá var ég vináttan eiginlega bara búinn. Já, það þessi broskall mér finnst hann verstur. Þið finnst það verstur? Ég skil hann ekki, ég nota hann ekki. Það til annar svipaður. Já. Sem brosir meira. Og það smá roði í kinnum. Já, svona rosalega Já. Ég nota hann frekar, maður sér það í augunum, en það brosir enginn með opin augu. Nei. Eiginlega ekki. Nei. Já, ég sammála, ég fíla hann meira, sko, en stundum finnst mér það að vera meira svona að senda á Nei, ég veit ekki hvað ég ætla að segja en... Það er að senda óvinni þína eða hvað? Nei, ég myndi ekki senda þann gæja á óvinni. Nei. Alls ekki. Nei. Þá það frekar broskall á hvolfi. Já, sendur það á óvinni. Já, veistu hvað broskall á hvolfi er? Nei. Ég reyndar að veita ekki heldur, en ég held, allavega hvernig ég nota hann, þá það eiginlega svona kaltæðni, sem að ég segi eitthvað, set svona broskall á hvolfi, þá ertu kaltæðin. Já, bara ég elska það sem að ég gerði daginn, gera svona kall, þá í rauninni hata ég það. Já. Maður meinar ekki það sem maður segir ef maður situr broskall á hvolfi. Ég geti verið að tala alveg með raskatinu. En það svo sem held ég ekki merkingin á, ég veit það ekki. Ég veit rosalega lítið tjáknmyndir. Já, ég ekki að nota þú Færði ekki eftir manneskinu sem þú ert að tala við hversu mikið þú notar broskalla? Nei, reyndar ekki hjá mér. Nei? Ég nota bara yfirleitt ekki broskalla. Nei. Ég reyni það, ég hef verið fyndin og sett svona einhyrning. Wow. Það þurfti að skrolla ekki langt til að finna einhyrning. Þú getur svona searcha, sko. Já, ég var ekki að fara að íta search og skrifa ég vissi ekkert hvað ég var að velja, ég var bara, flottur einhyrningur.
Ég noti þetta aldrei. Nei. Bara því að ég, sko, ég noti það stundum svo ég hljómi nú ekki eins og ég sé algjör dikk. Já, það er náttúrulega málið að maður er bara með texta og getur það stundum því að manneskjan hinum einn lesa þetta kannski bara, já, ok, þessi manneskjan hatar mig. Já, hann bara, þetta er búið. En um leið og setur svona Broskall. þá bara, já, ok, þetta er frábært. Já, ég veist bara, herri, hérna, ég er upptekinn. Já, skrifa það og hefur engin broskall, þá er hann að trufla þig. Já. En ef að gerir broskall, þá er það bara, ok, ég er að trufla en það er allt í lagi. Ok, ég ætla ekki að senda meir. Já, akkurat, nákvæmlega. Vá, þetta er þetta spá þess að tákmyndir endalaust. Þetta er svo mikið, þetta er svo mikið skrítið. Þetta er mjög spes, sko. 2.d. Já, ég elska hann, sko. Þá er það einu bara, ég nota hann mjög mikið. Ég reynda að nota meira broskallinn, eða svona brosandi kall sem að sýni tennurnar. Já. Sem er svona með lokaaugun og brosið bara geðið upp mikið þannig að sést ég allar tennur. Já. Af hverju nota hann? Ég held að ég nota hann á sama skapu og ég nota hann að róðandi kallinn. Já. Sem er brosandi. Já. Því að róðandi, brosandi kallinn, það er meira svona að maður er happy að einhver gerði eitthvað. Já. Eða svona, hvernig ég interpreta þann gæja. Já, ég notaði þetta alltaf einu sinni í gamla daga þegar maður var bara eiginlega fastur að gera 2.d og skrifaði eitthvað á lyklaborðið, sko. Já. Við náttúrulega notuðum þetta smá á MSN tímanum, sko. MSN og svo Facebook Messenger í tölvunni, sko. Það var sko upprunalegi broskallinn, held ég. Já, og svo gæti maður fengið fullt af vírusum að því að maður fekk eitthvað svo custom broskalla og eitthvað. Já, alveg. Þeir eru svolítið töff, sko. Já. Sér mann líka eftir þessum skrýtnu vídeó sem var hægt að senda fólk. Mann sér eftir það var hægt að gera á MSN. Það var sem senda einhverja svona konu sem var liggjandi í sólinni eða eitthvað, eða liggjandi á gólfinu, sem byrjar hún alltaf að hlæja ekki mikið bara og hlæjar alltaf meira og meir og eru bara trillt. Nei, mann ekki eftir. Ok, mannst eftir þegar maður gæti sendt svona dæmi á MSN og svona bankað. Já, ég mann það var sama svona þú gæst valið margt. Man ekki meira í augnablikinu. Já, þú varst mikið á MSN, sko. Ég? Já, með 25 kærustur. Já, það er bara þú varst í fullri vinnu á MSN. Þetta var rosalegt. Næsti, það er hérna Blikkall. Já, hann er verstur fyrir mér. Ég hata hann meira en allt í heiminum. Já, það. Það er bara einn vinur okkar notar hennan kall mjög mikið. Já, hann á til að nota. Já, og alltaf þegar hann notar hann þá verði ég brjálaður. Þá eiginlega bara hann er svolítið passiv-aggressífur broskall. Já, hann er passiv-aggressív þessi gæi. Hann er svolítið svona þú leggur inn á mig. Já, Blikkall, já. Að þú skuldar mér pening. Blikkall og maður er alveg bara hata hann kall. Já, og svo bara kannski ætti þú bara að vera betri vinur, Blikkall, hann hefur náttúrulega aldrei sagt það. Nei, nákvæmlega. En þetta er svona passiv-aggressív kallinn. Já. Ég hata hann meira en allt. Já. Svo reyndar, ég ætla bara að skipa aðeins svona, við sem við tala um þetta, þumallinn, thumbs up. Ég er þetta aðeins búin að snúast hugur á honum. Mér finnst hann þægilegur, maður. Já, ég líti á hann í dag, ef það er bara svona þumall, þá horfi ég á það sem bara gæinn hinn megin. Móttekið, ég græja þetta, skilur. Já, eitthvað svo leiðis. En í gamla daga, þá hataði hennar broskall. Ég var kannski að segja eitthvað rosalega mikið, yfirleitt við, ef þetta var sama gamla spjallu og þeir með núna. Ég var þannig að segja eitthvað rosalega mikið sem ég var bara get passionate með. Og ég var einmitt að búast við einhverju svakalegu feedbacki, en í staðinn kom bara þumall. og þá bara var ég sár og bara vildi ekki vera til lengur. Sko, mér finnst þumallinn, hann segir svo margt. Mér finnst líka að það er allt annað, sko, að þú ert í hópspjalli. Núna er það hægt að læka rauninni það sem hann sagði. Bara sérstaklega. Einmitt. Og ég nota það oft. Já, minnst það mér þægilegt. Bara, ok, þú ert að segja bara, herðu, nennir að græða þetta, ég bara, já. Ok, ég bara sjá það og er að vinna í. Já. Blái þumallinn, sem að ídra taka sem getur stækkað á Messenger. Já, blásið upp og svo springur hann eða á lengi. Já. Hann er meðst hann óþarfi, sko. Já, það er svona, ég teki eftir að miðaldra fólk. Já.
notar þetta mjög mikið Já, því að þau kunni ekki að gera neitt af það. já, og það, en mamma er alltaf bara að senda þið þumuleg búr þurru. Já, og bara, Þá er hún bara að hugsa til þín. já, og svo líka mamma Helgu og bara allir sem eru yfir 50, þeir Já. senda þetta. Það er alltaf lægi að vera yfir 50 skýrur, það er bara, þeir nota mikið þumalinn, Já, sem er alltaf lægi. ég heldur frekar að fá bara bróskall. Svona, já. Nei, bara eitthvað skýrur. Já, En, en þumallinn mér finnst hann þægilegur að því að maður, sko, að því að stundum hefur maður ekkert að segja. já, Já, ég, ok, ég hef ekkert að svara þessu, nema að svara þessu, ok, æði, eða eitthvað. ok var líka alltaf vont að fá. Káið, Líka, já, bara 1K. eitt ká. Það er bara, Þá ertu basically vá. að biðja bara vinnaslit. Já, bara ká. Ég er í fíl út í þig, ká. Já. Næs, broskall, broskall sem er svolítið pyrrandi, er svona, sem er pírandi augu. Svona ekki, hann er að hlæja, svona það er ótrúkslega fyndið. Já, svona XD. Kallir. Já, XD, já. Já. Mér, sko, ég er ekki hrifin á hann. Nei, hann er svolítið svona, þetta er svolítið svona unglinga plebalegt. Já, Ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að útskýra þetta betur, en hlæjandi kall með tárin í augunum, hann er skemmtilegri, sko. já, hann svona, ha 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 ha. Það Og- kemur í stað fyrir það, sko. Já, En ég, sko, þegar ég er á samskiptamöðlum Mm. og er að maður spjalla Mm. við einhvern, þá ger ég, ef ég hló, Já. skilur ef þetta var fyndið, þá ger ég ha ha, skilur og svona ha ha, Já. Ef þetta er ógætt að fyndið, þá er það ha 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 ha, já, þrjú ha. já, Já. en síðan þegar fólk gerir ha, bil, ha, Ó, nei. já, Það svo, ekki. ha ha, það finnst mér pyrrandi. Það er mjög skrítið, ég hef aldrei lendið í, held ég. Ha, bil, ha. Já, ha, Það var bil, bara eins og ha. að segja ha. Það er bara ha ha. Já. Hvað finnst þið samt Spánverja? Hvernig þeir skrifa ha, ha, ha? Hvernig skrifar ha ha ha? Þeir skrifa ja, ja, ja. Nei. Jóða, jóða, jóða. Eða jóð, 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 Je. Já. Je. Já. Það er nefnilega, á spænsku sjáðu til, þá er jóð pronounsað svona h, svona h. Eins og há. Já, í rauninni, Já. nefnilega bara svona Þannig að þetta er já, og ha. eiginlega. Það er svona að skrifa þau þetta svona. Já, ok. Þannig að þeir eru ha. Þeir hlæja líka svona. Þeir eru bara En, já. Svo er, eins og þú talaðar en að bróskallin með tárin. Já. Þannig að það er fyndin, sko. Það- Þá var það að segja eitthvað fyndið. það var þetta að hlæja, sko. Svo er bróskallin með, sko, hjarta fyrir augun. Já. Svo, wow, þetta minnir maður svolítið á hvað með þess að Guffa? Nei, ekki Guffa, Disney teiknimyndir. Já, það er einhver ástangin. Já, það er svona augun fara næstuð út og eitthvað svona dæmi. Já. Ég nota hann aldrei. Nei, Nei. ég nota hana alveg á konuna mína. Já, ég nota hann aldrei. Þetta getur svolítið þýtt alls konar. Þetta getur verið þýtt bara að þú ert Ánægður skotin í með- já, einhverjum, sem getur einmitt líka þýtt bara, wow, get ánægð með eitthvað sem einhver gerði já. og svo leiðis. Þú veist, þú getur notað þetta í allt saman, skilur þú veist, alla bróskalla, breytir engu hvað þú notar, nema fyrir utan þessar leiðlu. Já. En svo er bara, sko, svo eru fleiri bróskallarna sem eru bara reynd og beitt klúrir. Jú, Já. Dónakallar. dónakallar, sko. Já, ekkert bróskallar. Nei. Já. Þá einmitt engillinn, sko. Engillinn og djöfullinn, Já. þeir spila svolítið saman. Þeir eru svolítið eins, sko. Já. Þú getur verið að segja eitthvað Já. og Svo getur við eins og að segja svo, ég er djöfullinn. segja eitthvað svona eitthvað klúrt og Ég er að koma heim. ógeðslegt, já. Já. Og annarkvort notarðu engilinn til að þykjast vera saklaus Já. eða notarðu djöfulinn til að segja bara Já, svo eins og, þú veist, ég sparkaði í kött og það er svona með englaröddina já, og svo, ég sparkaði í kött það er svona með djöflaröddina ákveðlega. já. Og svo bara, svo Bara hjarta hjarta, Já. það er náttúrulega, ég sendi oft hjarta á ykkur. já, Bara, það beislega getur þýtt bara með þig, væntu þig. já, það er svona ást, Já, ást pretty much þannig, sko. sendur, þú ert ekkert að skrifa eitthvað
og skrifa bara til hamingju með afmælið ást. Já, Skilurðu? við vinni og svoleiðis. Já. Jú. Já, Bara eitthvað til hamingi með daginn, njóttu eitthvað hjarta og bróskalla eða eitthvað. ég síðan ég bara hjarta þetta. Já. Ég nota aldrei hjarta. Síðan þetta er bara, Eins og ég segi, ég nota ekki þessa tjákmyndir hana. nei, Nei. sem á að vera alveg. Ég myndi eins og ég ætla að tala sko það fer eftir manneskinni hvað ég sendi. Ef að manneskinni er að senda mér mikið emojis, vá, það var spes sagt, allavega, þá sendi ég geð mikið emojis tilbaka, Já, bróskalla, já. betra að segja það. Já. Og ef að það er manneski sem notar ekki bróskalla, Já. þá er ég ekkert að gera það heldur. Já. Þá bara skrifa í texta og Já, svoleiðis. mér finnst það bara vera, sko, ok, ég sendi oft tölvupústa. já, þá er engi bróskallar. Það notar ekki neina bróskall. Nei, það er ófagmannlegt myndi ég Já, segja. já, það er hárrétt. Nema að þetta er eitthvað svona vinuðinn Já, og hann sagði bara vel gert bróskall já, eða eitthvað. einmitt. Og maður notar ekki, þetta er svona formlegt og þannig oft eru mín samtöl á Messenger. Já, þú vilt vera bara formaður. Já, ég vil bara vera formaður, ég vil bara formlegur að tala, bara þurfum að gera þetta betur, en hvað segirðu gott? Já, þá má koma bróskall. Já, það má koma bróskall en ég gera það ekki. Já. Þannig að auðvitað hefði mátt vera bróskall þannig, Það er meira vinalegt sko. meira vinalegt en Ekki samt venjulegi neutral bróskallin, þá Nei. getur við að segja ég hata þig. já, þá er þetta bara sociopath, skilur og en síðan eru bróskallar sem ég hef aldrei notað eða tjáknmyndir sem ég hef aldrei notað, það er Ef að byrja bara að segja einn og blanda eins og saman. Því að Já. þeir þýða mismunandi. já, 3 dropar. 3 dropar já, hvað þýðir það, Óskar? 3 dropar. Já. Þetta er bara einhverju þystur. Já, Og bara, heyrðu, viltu gefa mig vatn? 3 dropar. já, Getur líka bara heim, viltu bjóða mér í kaffi? Kannski 3 dropa kaffi. Og ég get ekki tala. ég er bara að ferja hjá mér já, ok, þetta eru 3 dropar Já. svona slefdropar Er þetta alltaf sleðdropar? ég veit það ekki Nei. uh, Þeir eru í rauninni bara 3 bláir dropar. við erum komnir hérna á grátt svæði sko. Þetta er svolítið erfitt. þetta er erfitt, eða erfiður staður Já. ferskjan, Ferskan það er rass að það ekki, Jú, það geti, ég held það það er svona ég hef heyrt það, að líta á þetta sem rask, sko, en Já. í rauninni þetta er bara ferskja. þetta er bara ferskja Kannski langar einhverjum bara, varu til að köpa ferskju eftir. Ferskju emoji. já, Já, en það er alveg fullkomlega eðlilegt. já, og svo Svo er eggaldin. eggaldin, já, Það er bara svoleiðis. Það er bara águstur, græmindi. það er græmyndi, já. En þetta þýðir samt, ég veit að eggaldin þýðir allt annað. Já, Það er getnaðarlimur. Já. Já. það er svoleiðis. Og ég hef aldrei sendt getnaðarlim Aldrei. já, ég hef aldrei sendt eggaldin á einhvern. Nei. Nei, svo ef þú setur þetta saman, Eggaldin, 3 dropar og ras. já, hvað lest úr því? Kynlíf. Já. Það er ekki, bara segjum eins og það er. Ég held það. Já. Og svo, sko, getur þú sett djöfulinn í endan. Já, djöfulinn í andan Já. og svo er þetta hafa svona hnefa inn á milli. Það Já. gerir ekki annað. Já. Þetta eru, sko, og ég veit að sumir, ekki ég, Ekki ég. rosalega hljómar þetta samt þess að ég ger þetta, en ég ger þetta ekki, Ekki ég heldur. er að senda bara emojis. Já, bara. Bara emojis. Senda bara tjákmyndir eins og þessi Egyptalandi. Já. Bara köttur, slefdroppar, teppi. Já, kötturinn pissaði á teppið. Já, það meikar Já. sens. Dropparnir eru bara blöytt. Já, Já. basically. Já. En ætla það minni bara að þróast tungumálið eða skriflegt mál. Ég Það held breytist í emojis. Já, ég held að lyklaborðið verði bara emojis. Það verði bara valdnir bara emojis og fólk er bara að tala bara með táknum. Gætu þið orðið svoleiðis. Kannski eru að fara í hring. Kannski fyrir við bráðum að smíða píramíta. Já, Það verður töff sko. Ég var alveg til í að gera svoleiðis. smíða píramíta. Já. Hvar myndir smíða píramíta á Íslandi? Hvar? Já. Upp á Esjunni. Upp á Esjunni. Og hafa svona vita á tóknum sem myndi snúist í hringi. Já. Setja veg og þetta væri kasínó. Eins og í Las Vegas. Það er píramítið En þar. hver Bæri, ég ætla, elskan, ég ætla að skjótast aðeins á Esjuna í smá kasínó. Blikkall.
og labba svo hérna og þetta labba upp á esjuna og dauðþreyttur svo bara einhver svona cashier bara góðan daginn og bjóru veðja vatn takk slefdrópar takk Einmitt. Ah. Já, ég meina, það er þetta að setja rúllustega, það er þetta að setja vegarn upp, Já, keira, rúllusteg lifta eins og í Game of Thrones upp á þarna vegginn. Já, það er svo sem cool Já. Það er verið alveg töff Allt til. En þetta eru þessir emojiar eða tjákmyndir eru oftast notaðar við eitthvað kynferðislegt athæfi Já, og þá má einmitt líka tala um einmitt eldinn. Það Það er bara heitt þeim finnst eitthvað heitt, sko. Og það gæti líka þýtt að þessi heitt. Og kallinn sem er svona með tungun út, svolítið eymdarlegur á svipinn og með svona rosa sveittur. Já, Það getur líka þýtt rosalega margt, það getur þýtt að þessi heitt, já, að þú sér bara að deyjur hitta. já Það getur líka þýtt að þið finnst eitthvað að vera heitt. Já, Já. ég skil Eitthvað bara super hot, Já, skilur. og þú ert að kenna mér alveg eitthvað hérna. Já. Bara Ég er bara að læra sko skoða Instagram comment, skilur. Nei, mitt, Já, það var súkulega, na. Og svo er náttúrulega síðast en ekki síst Já. á þessum lista sem við tókum til það er poop-emoji Kúkurinn Já. Kúkurinn, Ég hef aldrei skilið tilgangin með honum og Nei. ég hef aldrei notað hann, sko. ekki heldur Þú getur sett fersku og kúk þá, og svo eitthvað þarft að kúka eða eitthvað Já, þú getur sett fersku, kúk og dropa, þá ertu með niðurgang. Já, þá ertu með niðurgang en nóg ekki nóg um emojis, við erum ennþá að tala um það það er til bíómynd, Óskar Já, það er til bíómynd sem eru bara tjákmyndir já, emoji movie eða eitthvað. Já, Já. Hefurðu séð þá mynd? Nei, mig langaði aldrei að sjá hana. Æ, hún var líka ömurleg Ég sá einmitt hræðileg reviews, þannig ég er svona, hefur þú séð hana? Já, ég hef séð hana Já. og mér fannst hún ekki skemmtileg Hvað var þetta emoji sem vildu vera eitthvað meira en þið voru? Já, hann vildi vera einhver annar emoji hann var þreyttur að vera broskall og langaði að vera eitthvað annað og eitthvað þannig minn ég mig sko. Vá, þetta var svo skjánaleg mynd Já. en hefur þú lent í einhverju veseni núna bara fyrir aðeins aftur í vandamál svona sko, hefur einhver skammað þig fyrir að nota einhvern ákveðin emoji eða hefur þú lent í einhverju veseni svona miskilið hlut út af emoji dæmi Ekki ég, sko, ég vil halda að ég nota á rétt. Já, Reyndar- en einhver sem sendir á þig Það er bara eins og ég var að tala um áðan, heldur splikkallinn, þumallinn og vinnulegi bróskættin. Já, Það er bara, ef að ég fæ þess að kalla þá býst ég við og hætti mig. já, en hvernig á maður að upplýsa einstaklingin sem er að senda þessa tjákmyndir hvernig áttu að láta hann vita að þér finnst þetta óþægilegt? Það er nefnilega svolítið málið, því að ef maður segir að manni finnst þetta óþægilegt, þá er maður svolítið asnalegur eða ekki. Jú, Þá er hann bara guður, ég var bara að segja hlut og var ekkert að meina neitt illt, sko. já, Og þá var maður bara eins og asni. já, Já. En hvernig leysur þú samt ágreiningin? Annarkvort að sleppa emojis alveg, Já, eða finna eitthvað betri. Blikkall með tungun út. já, Það er strax mjög betra. ég nota hann nota hann rosalótt Já, þú ert svolítið að vinna með kall með tungun út. Já, T.P 3.p, Já. við glemdum að tala um hann er alltaf læg, en kannski það er svona emoji sem er bara ég er svo klikkaður eitthvað, Já, ég held það. nákvæmlega Svo, þessar tjákmyndir það er að berast sko, fólk er að hafa samtal á milli sín með þessum myndum Ég held að ungt fólk sé mér mikið að tala bara með myndum, sko, Já, og ég veit ekki hvernig ég myndi gera það, nei bara 200D og 200 það kann allan katalógin á þessum myndum pældur svona í því, hefur ekki searchað, bara opnað hana bróðskatta dæmi í chatinu og séð bara hvað eru margir. Já, Ég held að sé það er spítali, til starfsmenn það er til fólk það er til hvítur maður svartur maður, svart kona svartur kall apar, kettir, hundar með þessar klukkur, ég var að sjá það á það. Þetta er allt til, við getum bara skrifa ritgerð Örugglega. bara spítali blóð
eins og varst að gefa blóð eða eitthvað. Það var mitt. Já. Svo var líka, Já, gjöf spítali blóð. síðan líka umferðarskilti. Já. Af einhverju ástæðum, ég veit ekki ekkur. Þannig að þetta er svo stórfurðulegt. Já. Þannig að ég held að það sé bara ekki gott. En svo er til svona counterpart, svona andstæðingur emojiana. GIF. Það er GIF. Ég dýrka GIF, ég verði ekki það. Mér veist GIF eða GIF Já. mjög skemmtilegt dæmi. Já, ég dýrka, Sérstaklega ef maður finnur eitthvað skemmtilegt. já, sem passar við það sem einhver var að segja. Já, Ég vil einmitt meina að við strákarnir erum svolítið mikið að nota GIF. já, Allan að ég nota óspart, já, segir maður það, já. allan að. Og þau bara gera chati svona skemmtilega. Bara, hei, mér hlaka til að fá mig bjór með ykkur félagunum á morgun eða eitthvað. Og þá kannski kemur einhver með GIF-i það sem að kalla labba með sko 20 bjóra í hendi, einhvern veginn halda jafnvægi, Já, rosa gaman. já, Svo kannski GIF-a barni að detta út af því að börn er eins og fyllibitur. já, já. Ég hef, Óskar minn, ég hef farið það langt að búa til GIF til að senda á vini. Já. Og eyddi örugglega klukkutíma í að gera það. Þar sem að ég ástundum að fara all in í hluti og svo búið. Já. Bara fyrir einn brandara. Bara fyrir, svo veist, ég heiði bara, veist, eitthvað klippi, bjú, gera eitthvað búa, kúl, og svo bara sendi ég það send og það bara, haha. Og ég hefði bara, já, takk, ég bara, kúl. Ég veit ekki að miklu vinnu í þetta, en alltaf. Alltaf lagi, bara, haha. Já. Eða, ha. En, já. Var eitthvað GIF þar sem þú varst eitthvað að gefa enthusiastically thumbs up? Nei. Þetta vinni því, held ég. Já. Það var svolítið skemmtilegt, sko. Já. En þú veist, táknmyndir og svona táknmál. Þetta er bara táknmál. Já, heldur að það verið táknmálsbreytir í framtíðinni? Bara emojiar, bara tvíburaturnarnir, flugvél, terroristar, terroristar gerðu hvað? Já, New York, frelsistittan, já, ok, New York. En þá getur maður meðskilið að þeir hafa flóið að frelsistíðuna. Já, ef að flugvélinn færi á frelsistituna, sko, en að það voru tvíburaturnarnir, flugvél, svo kannski bil. Frelsistittan, þá bara tengir það við New York. Og svo epli, Big Apple. Já, nákvæmlega. Þannig að Við erum bara góðir í þessu. við erum bara góðir í þessu. En Eins og Ísland.is. já, eins og Ísland.is. En heyrðu Óskar minn, Aha, ég held að það sé komin tími á okkur. það er komin tími. Ég minni enn á aftur á Ísland.is og endilega kíkið á þá. Verslið, ég veit að það er, held ég, núna manni fyrir þessu út næstu viku líka. Það er búið að vera tilboð hjá þeim. Já. Bara, það er rýmingarsala og það er fullt af tilboðum, flott og það er parkett, borvélar, kofar, geðveikur svona basic hundakofi, svona sem maður sér í bíómyndunum. Já, ok. Þannig að við mælum með að kíkja á Ísland.is og versla. Algjörlega. Þannig að, og svo mæli ég með líka að fylgja okkur á Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Deila þessu bara út um allt líka. Já, bara að gera þessu vilt. Að gera deila, að gera tala þáttin við aðra. Já, bara á þetta og bara hei, er það hlusta á tvo lúna? Og það er bara, hvað er það? Og bara segir besta podcast ever. Nákvæmlega. Þeir tala bara í táknum. Já. Og ef þú vildur að geða klika, gerðu það eins og manneskjörnum daginn og hlusta á allt í einu. Já, og Það er snill. Svo kannski verður þetta bara í framtíðina að við tölum bara, ha, broskall. Og 7225 og Já, að gera hringja skilbóð. Já. Og við spjöllum og dáum og En eitt áðurum við lokum þessu. Já. Við erum búin að vera í 1 ár. Já, ég ætlaði að tala um það. 1 ár, það er rosalega. Ég hef ekki að við myndum vera eftir 1 ár. Nei, við erum ennþá þessu. Já. Verði. Og vonandi verður bara fleiri ár. Já. Bara takk aðeinslega fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Og bara bye. Egið góðan dag.